Þetta snýst allt fjármagn frá ríkinu og núna einmitt í gær voru fjárlögin, önnur umræða fjárlaga var í gær og þar kom margt skemmtilegt fram. En hvað finnst okkur þetta? Það sem langáhugaverðast held ég fyrir áhugamenn byggðafræði og fjárlög það hvernig umræðan stillt upp núna og hvernig gagnið út frá nýjum lögum opinber fjármál. Við eiginlega getum ekki með góðu móti séð hvert peningarnir fara af fjárlögum. Ég held að við séum öll sammála það að fjárlög séu langmikilvægasta frumvarp hvers árs. Það sem að ríkið ákveður að hvernig það á að verja fjármunum næsta árs. En við getum ekki séð hvert það að fara. Sem sagt þegar dreifing til byggðanna, í hvaða áttir það að fara. Við sjáum ákveðna bókhaldslykla og ákveðin verkefni, en við sjáum ekki nákvæmlega sundurliðun á þessu út frá landfræðilegum stöðum. Byggðastofnun hefur einmitt rætt þetta og sendi inn umsögn til þingsins vegna fjárlaga, þar sem að Byggðastofnun segir hreint út sagt við getum ekki sinnt lagalegri skyldu okkar að vera til ráðgjafar við fjárlög landfræðilega dreifingu tekna ríkisins og hvert að fara. Og fyrir mér sem áhugamaður byggðafræði og þá líka kannski dreifingu tekna og dreifingu peninga allra skattborgara, hvar sem þeir búa, að geta ekki séð hvert að fara, mér finnst það eiginlega stórmál. Já. Það heldur ekki bara það að við getum ekki séð í hvaða landshluta fjármagn að fara. Við sjáum bara ekki neitt hvert þetta að fara. Við sjáum ekkert hvað að gera við þetta. Þetta eitt ógagnsæsta plagg sem ég nokkuð tímann séð, Já, ég ætla að reyna að vera penn, en takk fyrir að taka það bolta, Þetta er eiginlega hvimleitt, Ég eiginlega, þegar lögin opinber fjármál voru samþykkt, sem var svona, merkilegur áfangi í ríkisrekstrinum og menn ætluðu að vanda sig og ég held að það sé mjög gott og ég held að það sé gott og gilt. En ég held að menn hafi ekki hugsað þetta svona alla átti til enda því að við eiginlega bara sjáum ekki hvert peningarnir að fara landfræðilega. Þarf þetta ekki að fara bara einu skrefi dýpra? Ég meina að það stendur í fjárlögum þessi stofnun fær þetta og þessi þetta og þessi þetta. Ég vil bara þá vita hvað notar þessi stofnun peningan í og hvað notar þessi stofnun hér peningan í. Já, en þetta er þannig núna að það þarf að kafa ansi djúpt og sjá ansi mörg hliðargögn til þess að sjá nákvæmlega hvernig hlutum er fjármagnað. Getum tekið eitt gott dæmi, það eru breytingar við á milli fyrstu og annar umræðu þar sem á að auka 230 milljónir í bókhaldslykil sem að heitir loftslagsvandamál eða eitthvað svoleiðis. Ég held að ég sé búinn að finna það út að það eru 8 stofnanir sem að munu fá út af þessum 230 milljónum. Og það kemur ekki einu sinni fram? Nei, við veitum ekkert um það. Nei, ok. Það er ekki einu sinni svo langt farið. Nei, við veitum það bara að hið opinbera ætlar að eyða 230 milljónum í að berjast við að auka fjármagn til loftslagsvanda. Þeirra vandamál. Og ég held að það sé mjög gott og gilt og frábært. En við veitum ekki, er þetta ríkisstofnun, er þetta skrifstofur í Reykjavík, er þetta einhver ríkisstofnun í Hvalfirði, er þetta skógræktin, er þetta skógur á Egilsstöðum, hvernig er peningunum varið landfræðilega? Og Byggðastofnun eiginlega skammar hið opinbera, segir við getum ekki sinnt lagalegri skyldu okkar og þegar opinber stofnun segir hér eru lög sem við eigum að fara eftir, við getum ekki fara eftir lögunum, þá hlýtur löggjafinn að segja ok, við þurfum annarkvort að breyta lögunum Byggðastofnun og segja við viljum þá ekki að þið sinnið þessari skyldu ykkar og tökum af ykkur þessari skyldu og við viljum þá ekki vita hvernig peningunum er varið landfræðilega eða þeir breyti því hvernig þeir leggja fram fjárlög svo við sjáum þetta betur.
Já, það hlýtur nú, sko, ég vil næstan trúa því, þó ég hef nú verið með stórar yfirlýsingar hérna áðan að segja að þetta væri ógagnsæðasta plagg sem ég hef séð og ég stend við það, en þá held ég að þetta sé ekki, þetta verður ekki svona alltaf. Við erum að horfa núna samt fram að það að þetta í fyrsta sinn sem ríkisstjórn bara situr nú lengi til þess að afgreiða fjárlög með einhverjum almennilegum hætti og það eitt og sér alveg jákvætt, sko. Þannig að það kemur kannski einhver reynsla á þetta meira og við sjáum svona. En við þurfum bara einhvern veginn að breyta því bæði við almenningur og þeir sem hafa áhuga á þessu og þingmenn þurfum að breyta hvernig við hugsum fjárlögin. Núna ekki tíminn einhvern veginn til þess að fara að breyta því að við erum alveg bundin af fjármálaáætluninni. Það rauninni að vori sem við eigum að vera að fara í þessa rannsóknarvinnu. Við erum bara svo vunni að gera það hausti þegar fjárlögin eru, en þá erum við búin að binda okkur inn í einhverjum ákveðin ramma og vitum einhvern veginn, þetta ferlinu var alveg gjörbreytt og við þurfum öll að breyta því hvernig við hugsum þetta. En ég nú samt alveg sammála þér í megin atriðum það sem það segja, sko. En eitthvað erfitt að sko gera þetta, að greina þetta nánar sundur, eins og segja, fara eitt skref í viðbót? Ég held nefnilega að sé ekki erfitt, af því að þessi gögn eru til. Stofnirnar sjálfar vita nákvæmlega hvað ætla að gera þessar peninga og ég held mér að þessar stofnir fara með það upp í sitt fagráðuneyti, þær upplýsingar fara svo áfram í fjármálaráðuneytið. Ég veit ekki alveg hvernig, sko, hvað gerist, hvort að þessi keðja brotningast þar á leiðinni eða hvort einhver taki einhver ákvörðun að þetta sé nú bara upplýsingar þau þurfa ekki að fara lengra eða hvað, þau eru bara flókið að birta þetta allt. Ég veit það ekki, en ég sé bara ekki hvernig þingmenn eiga geta tekið upplýst ákvörðun fjárlögin án þessar upplýsinga. Ég bara sé það ekki gerast. Ég vil bara fá að sjá alla sundurliðun 8. september þegar, fyrst annan þriðjudag í september þegar fjárlögin eru kynnt, þá vil ég bara fá alla sundurliðun á Excel-skjali bara komplett. Og gögnin eru til. Það bara, ég trúi því ekki að menn leggi frumvarp fram til fjárlaga nema að vera með allar upplýsingar á bak við sig, þannig að okkur ekki. Við höfum allan að sko hjá Akureybæ höfum alveg sett starfsmanni í það til að greina þessar upplýsingar fyrir okkur því að við náttúrulega erum mikið að horfa á það sem fer á þetta svæði og til okkar. Þannig að en auðvitað það er svolítið, ég meina tímasóun að hvert einasta sveitarfélag þurfa að fara í einmitt þessa vinnu. Þú veist að þetta sé ekki alveg þannig opið og að eins og þú segir að maður þurfa að leita sig í gegnum upplýsingar í gegnum hugsanlega einhverjar stofnanir og svoleiðis. Þannig að, en ef við horfum á þetta svæði hér, þá eru bæði jákvæðar horfur og neikvæðar horfur með þessum fjárlögum. Við erum náttúrulega verulega svegt að sjá til dæmis ekki meira fjármagn, fara í samgöngumálin og sérstaklega í flugstöðina, en ég ætla kannski fyrst að taka í ókvæðpunktana, og líka bara hrósa þingmönnum hérna á svæðinu fyrir flott samstarf. Maður sér það að þau eru öll að berjast hvort sem þau eru í ríkisstjórn eða í minnihluta fyrir þessu svæði og sameiginlega hefur þeim tekst það að berjast fyrir því að við sem að fá fjármagn til dæmis í göngudeild SÁÁ og ég veit að margir sveitarstjórnarfulltrúar hafa barist fyrir því og líka það að Njáll hefur náttúrulega talað um það á þingi hvað sem mikilvægt til dæmis þegar ríki að gera þjónustusamninga að það sem skilir þá hvert fjármagnið að fara. Þannig að það sé búið að skilir það að ákveðin stofnun eigi að halda út þjónustu á landsbyggðum. Þannig að það sé bara beint inn í samningum. En við erum líka að sjá aflið sem hefur búið að berjast fyrir því í mörg ár að komast á fasta samning. Að það er að fá 80 milljónir en er ekki ennþá komin á fastan samning. Þannig að við munum á næstu árum örugglega þurfa að berjast fyrir því. Svo sjáum við jákvæðar horfur varðandi lögregluna og ég hef talað mikið fyrir því að við höfum alls ekki verið í góðum málum með löggæsluna hér. Þau hafa algjörlega verið undirmönnuð og sem þýðir það að við erum svolítið að tapa baráttunni í fíkniefnunum. Ég held að við getum örugglega verið flest sammála. Ég vil svolítið leyfa mér að segja þessi barátta sé nú allt annað mál, barátta gegn fíkniefnum en við skulum láta það kjört liggja. Já, ég meina það er margt annað sem spilar inn í heldur en bara löggæslan í því en ég er allan að ánað að heyra við sem að fá allan að fjármagni að auka við löggæsluna. Ég svona kannski mestan áhuga á fjárlögum út frá samgönguþættinum sem er nú kannski það sem er mest deilt svona víðum land og eftir að fjárlögin koma fram þá eru allir í því að semja ályktanir hér og þar að skilja ekkert í það sé nú ekki farið í þetta og hitt og svona. En það eru margar hliðar á þessu og þetta er svolítið athyglisvert til dæmis þarna á Vatnsnesinu þar sem er lélegur vegur og íbúarnir kalla mjög fast eftir að fá breytingar.
það ekki inn í áætlun svona næstu ára, ef ég man rétt. Og þarna einmitt þessi spurning með akkur ákvarðanatakan ekki nær fólkinu. Þeir sem að taka ákvörðun þarna á Alþingi, þeir vita ekkert hvernig þessi vegur á Vatnsnesi er. Ég meina, ef þeir ættu heimar, þá myndir vita það, en þeir vita það vantilega ekki. En varðandi samgöngurnar almennt, þá finnst mér mjög skrítið að til dæmis ég ekki búið að setja fjármagn í flughlaða á Akureyri sem búið að tala í 10 ár. Þetta er nokkið stór framkvæmd og en bara nauðsynlegt til þess að flugvélar geti lent ef það lokast á Keflavíkurflugvelli. Það er erfitt að hafa stöðu þannig að þær geti lent á brautinni en svo sé ekki hægt að taka þær út af brautinni meðan næsta lendir En svo almennt varðandi það öll þessi aðkallandi verkefni í samgöngumálum. Það er alveg útilokað að ætla að borga þetta allt saman með skattfé og ætla að gera þetta núna á næstu árum. Það er ekki hægt. Það er listi bara upp á 100-200 milljarðar sem er framöndan. En það er tækifæri núna að breyta svolítið stefnu og maður heyrir það alveg hjá stjórnarmönnum, þeir eru að svolítið fara inn á stefnu. Förum í þessar framkvæmdir hingað og þangað, þar sem það er hægt að gera með veggjöldum. Og af hverju er það sniðugt núna? Það er til dæmis sniðugt núna vegna þess að þörfin er mikil. Við getum ekki tekið þetta allt úr ríkissjóði. Og líka kostnaður ríkisins, vaxtakostnaður ríkisins að taka lán núna, hann er mjög lágur. Ávöxtunarkrafa á verðtryggð skuldabréf ríkisins eru undir 2%. Og það þýðir það að það er hægt að borga framkvæmdir núna með veggjöldum vegna þess að fjármagn er miklu ódýrara heldur en var. Það er hægt að borga núna upp framkvæmdir með veggjöldum sem var ekkert hægt áður. Og jafnvel þótt þú færir einhver framkvæmd og takir veggjöld sem borga bara helminginn, þá samt getur þú farið í 2 framkvæmdir fyrir sama pening eins og eina. En þetta er líka svolítið til hagsveiflunni, við erum að fara náttúrulega í framkvæmdir, opinberar framkvæmdir helst þegar það er svona látaði efnahagslífinu. Og við erum á leiðinni inn í hana á næstu 2 árum, segja þeir. Já, segja þeir það var náttúrulega veit enginn og svo er þetta svolítið mismunandi milli landshluta, oft er við svona aðeins á eftir ef uppgangurinn byrjar Reykjavík, þá byrjar hann aðeins seinna hérna og maður spyr sig líka ef svona hnignunin eða svona hægingin á hagsveiflunni er byrjuð á suðurströndinni, er hún byrjuð hér eða tekur það smá tíma að lækka en ef þetta rætist eins og svona allt bendir til að komi svona aðeins hægist á vextinum í efnahagslífinu, þá er rétt að tækifæri núna miðað við vaxta kjör ríkisins að fara dálítið í gótt púst í vegaframkvæmdum og taka bara veggjöld, þannig að þurfum ekki að taka þetta frá einhverjum öðrum þáttum ríkisins. Finnst þetta líka svo rosalega mikilvæg punktur að núna erum við líklega að fara í einhverja niðursveiflu og þá ætti ríkið að fara í framkvæmdir. Akkurat. Það er bara hagfræði 101 segir þetta en hinga til, ég held að það sé mögulega að fara að breytast einmitt með þessum nýju lögum opinber fjármál, en hinga til hefur við alltaf verið að lifa svo rosalega í núinu. Þegar það er uppsveifla þá eru allir svo kátir og við ætlum þá bara að fara að gera allt. Svo þegar það kemur kreppa þá bara sá þetta enginn fyrir, þó þetta hefur gerst mörgu sinnum áður. Þá bara að skera allt niður. Já, akkurat. Þetta er svo rangt einhvern veginn, en þetta er svona, já. Já, þess vegna verður bara líka fyrir svo miklu vonbrigðum eins og með flugvöllinn. Það tala allir jákvætt að fá aðra gátt til landsins og þarna sér maður vaxtatækifæri. Þarna er atvinnu vaxtatækifæri fyrir allt þetta svæði. Og aukna tekjur fyrir ríkið. Já, aukna tekjur fyrir ríkið. Þannig að þess vegna skilur maður það ekki að þetta sé ekki eitt af forgangsverkefnum. Því að sama við hvað alþingismann nú talar eða ráðherra, það vilja allir aðra gátt til landið. Og þetta er sem fyndið, að við höfum séð að hið opinbera og atvinnumálaráðherra setti á laggirnar 2015 ákveðið apparat sem heitir Flugþróunarsjóður. Hefur verið að deila svona litlum fjárhæðum út, en hollenska flugfyrirtæki, félagið eða ferðaskrifstofan Vogtravel sem kemur næsta sumar og 2019 getur fengið núna alltaf 100 milljónir króna út úr þessum flugþróunarsjóði. Þannig að við sem þjóð erum að setja 100 milljónir til þessa fyrirtækis til þess að markaðsetja Akureyri sem destination fyrir Evrópubúa. En svo kemur hinn hendurinn og segir nei, við ætlum ekki að fara í framkvæmdir til þess að nýta þessar 100 milljónir sem best. Ég skil ekki alveg hvort að hægri og vinstri höndin sé að tala saman. Þetta er bara það, samræmingu, það virðist svo oft, og þetta er ekki eina dæmi, það vantar svo oft samræmingu í það sem hið opinbera er að gera og það er
held ég bara alls ekki af illum vilja gert, heldur bara það að það bara ekki, samræningin ekki til staðar. Þetta eins og sko, það var nú eitthvað dæmi hérna daginn að það var aukið fjármagn í einhver pínlítinn flugvöll, hvort það hefði verið Gjögur og allir rosalega ánægðir að káta með það, en svo kom Vegagerðin og það var skorið niður í vetrarþjónustunni þar. Þannig að þetta nýttist ekkert. Þetta var ótrúlegt sko, einhvern veginn eins og þeir hafi bara ekki verið meðvitaðir hvað hinn var að gera sko. Og þannig að þarna fer hellinga fjármagni bara hreinlega til spillis. Þá komum við aðeins að því sem að Jónhildur var að segja, að færa sem sagt, ákvarðanatökuna nær fólkinu, til fólksins, því að það getur best greint nákvæmlega þessa agnúansar sko. Já. Og það eru til dæmi sko, það sem eitthvað samfélag er berast fyrir einhverju höfn til dæmi sem eða svona, bara einhverju einfaldu með hafnarkantið eitthvað. Og það verður að berast í þessu, þetta vantar svo mikið og svo gerist ekki neitt og svo líða 10 ár, allt innum kemur fjárhæðin, en þá bara tækifæri farið. Strandsiglingarnir sem voru, það eru bara hættar og engin, ekkert gagnað þessu. Allir fluttir í burtu. Já, jafnvel sko, byggðin jafnvel bara yfirgefin sko. En þú komst inn á að færa valdið meira til fólksins. Til þess að gera það, þá held ég samt að við þurfum að horfa á það að stækka sveitarfélögin. Að horfa til sameiningar sveitafélaga. Því að þau þurfa að vera held ég stærri til þess að geta tekið þessi stóru flókin verkefni sem ríkið er að sinna í dag. Þú veist, eins og við horfum bara á þetta svæði hér, eins og Eyþingssvæðið, nú sett í stjórn Eyþings, þar sitja 13 sveitafélög. 2 þeirra eru með færri en 100 íbúa. Smæst er með 58 íbúa. Veist, hvernig á svona sveitafélag að taka sér stóru flókin verkefni frá ríkinu? Það er aldrei að gera það? Nei, öllum líkindum ekki. Þannig að og svona sveitafélög þau ráða ekkert við að það kemur til dæmis fötluð manneskja eitthvað inn í sveitafélög, þá bara ræður sveitafélög alla við það sko. Nei, og þá þarf það líklega að fara í samstarf við önnur sveitafélög, en hvar viljum við leggja peningana? Viljum við leggja það í stjórnsýsluna eða viljum við leggja það í þjónustuna? Já, akkurat. Þetta er náttúrulega margslungin umræða sko. En ég er svona almennt á þeirri skoðun að ég vil að einmitt að sé hægt að taka meira ákvörðum í heimabyggð. Að það sé meira af skatttekjunum þá sem er eitt í gegnum þá leið. Og þá einfaldlega þurfum við að hafa sveitarfélögin svolítið sterkari og með getu til að vera með sérhæfða þjónustu og sérhæfða svona, sérhæfða þekkingu. Og þetta er nú dálítið svona skrítið stjórnsýslustig þar sem við erum með sveitarfélögin sem undir 50 íbúum og svo upp í 120. Hvað eiga þau sameiginlegt til dæmis? Það er bara ekki neitt sko. Já, ég er alveg sammála svo góða hlut til að sveitarfélögin einmitt að meira ákvarðanataka ætti að fara fram heima í héraði, en svo líka þegar við talum þessi litlu sveitarfélög og sameiningar, ég held að það sem skiptir gríðarlega miklu máli til þess að svona gangi upp er hvernig sameiningarferlið fer fram til þess að litlu sveitafélögin bara gleymist ekki. Og þetta hefur ekkert með einhvern illan vilja að gera eða einhvers konar stjórnsýsluleg mistök, heldur bara held ég menningarlega hugsun fólksins sem er að standa í sér sameiningu. Það að litli hlutir sem að tekur svona bara sem sjálfsögum hlut er ekkert sjálfsögða hlutir í þessu litla bæjarfélagi. Þeir kannski þurfa að berjast mikið fyrir að fá eitthvað örlítið en þeir sem búa á stóra staðarum bara fatta það ekki. Og það er kannski lítil samgöngur þarna milli, sveitarstjórnarfulltrúar búa allir á stóra plássinu, þeir eru ekkert að fara í sund og hitta íbúin í pottunum á litla staðnum sko. Þetta er einhvern veginn og væntingar fólks til sameiningar. Sveitarfélög sem hafa verið að fara í gegnum sameiningar bara núna á seinustu árum, væntingar litlu sveitarfélagana verða alltaf svo gríðarlega miklar af því að öllu, sko, þeir sjá fram á fullt af fjármagni og þeir hugsa, já, við getum nýtt það í þetta og þetta, við þurfum að gera þetta, en svo þegar kemur á daginn þá átti þetta fjármagn bara að fara í eitthvað allt annað og fólk bara var ekki alveg með sömu upplýsingarnar, það var ekki alveg að tala saman, einhvern veginn, ég held að ferlið þurfa að vera miklu upplýstara og já. Við erum allavega sko, við erum búin að sjá það síðan 64 gríðarlega fjölda sameininga, þannig að við ættum nú allavega að geta farið að læra þessari reynslu hvað það var allavega. Það hefur rannsakað svo sem menn sem eru sérfræðingar í því. Nákvæmlega. Það sem að mér finnst kannski áhugavert er það að maður svona fer yfir landið að sumstaðar hefur þetta gengið mjög vel og menn eiginlega eru sko svona búin að gleyma
gömlu hreppunum á mörgum stöðum. En svo hún hefur gengið vel eins og í Borgarbyggð. Ég hef allavega ekki heyrt mikið af gagnrýni í Skagafirði á sameininguna. En síðan komur svona aðeins stað þar sem eru ennþá agnúðasar, eins og kannski í Fjallabyggð og síðan sunnarlega á Austfjörðunum. En við ættum allavega geta lært af þeim mistökum sem hafa orðið og reynt að gera þetta betur. En ég held að við séum alveg sammála það að mörg sveitarfélög í Íslandi eru of veikburða til þess að geta staðið við þær skuldbindingar sem þeir eiga að gera samkvæmt lögum fyrir íbúana sína. Og eitthvað þurfum við að gera til að stækka þau. Þetta líka náttúrulega mjög mismunandi sameiningar. Ef ég skildi þig rétt, það varst þú svolítið að tala þegar lítill að sameina stórum. Já. Sem nú kannski oft, en svo líka til sameiningar þar sem margir litlir sameinast, eins og til dæmis í Húnavatnssýslu. Þá svona heilmikið jafnræði á milli þessara sveitarfélaga þegar þau sameinast. En svo getur maður líka talað sameiningar þar sem mjög stór og lítill, eins og Reykjavíkurborg og Kjalarnes og eitthvað slíkt, eða Akureyri og Hrísey. Þá stundum líka virðist þetta ganga bara vel því að litli aðilinn sem sá að þetta var ekki kannski til framtíðar að vera með svona litla einingu, kemst í skjólið á stórum, og ég held að til dæmis Hríseyingar og Grímseyingar hafi ekkert verið sýnt sérstaka óánægju eftir þessar sameiningar. En hvað sjáu þið fyrir ykkur mörg sveitafélög í Efri? Þá frá Grýtubakkarhrepp og til Fjallabyggðar? 1-2. 1-2. En svo má líka spyrja á að fara hérna austur, nú þetta alltaf opnast, veggurinn hérna á milli Eyjafjarðar og Þingeyjarsýslu, hann verður bara farinn eftir nokkrar vikur. Og hvernig breytist á svæðið hérna? Ég meina það sveitafélagið Eyþingar ábyggilega fínt sveitafélag. Já. En þú ert komið dálítið mikla fjarlægðar þar, sko. Ég er ekki alveg sannfærður að það væri rétta skrefið, en það kann að vera. Já, en sem kannski vinnusóknarsvæði og sem atvinnusvæði í ferðamennsku, þá myndi ég segja að þetta væri mjög fýsilegur kostur. Já, það sem við þurfum líka að vera að horfa, sko, að þegar ég líti á þetta Eyþingsvæði, við erum svolítið í samkeppni við höfuðborgarsvæði. Þannig að það er sóun allan tíma að við erum að fara að slást okkar á milli íbúana. Við eigum meira að vera að horfa á að draga þá sem að sunnan hingað. Þess vegna þurfum við að búa til flott og öflug sveitarfélög sem að laða einmitt að sér íbúa. En ekki við sem að horfa að ná íbúa úr Eyjafjarðarsveit eða öfugt. Þannig að höfuðborgarsvæði, við eigum að vera bara val á móti höfuðborgarsvæðinu. Það hefur náttúrulega tekist ágætlega, svona sem utanaðkomandi, hef aldrei verið búsett á Akureyri, þá finnst mér að það hafa tekist ágætlega. Ég man bara vel eftir því að ég var lítil alin upp í Skagafirði, þá kom maður oft inn á Akureyri til að fá Subway og svona, það var voða spennandi og maður fór að hugsa þegar maður fór að hugsa að flytja til að fara í framhaldsskóla á maður að fara inn á Akureyri, þá heyrði maður svona í kringum sig fólki segja nei, ekki flytja á Akureyri. Nú af hverju? Það er bara fullt af Akureyringum þar. Þetta heyrir maður ekki lengur að minnsta kosti, Ég man eftir strák sem var með mér í framhaldsskóla. Ég var einn vetur á Sauðárkróki í framhaldsskóla og ég hafði alltaf verið mjög hrifinn af Akureyri sem húðningur, Og en þessi sagði já, kærastinn mín frá Akureyri, er ekki gaman að fara til Akureyri og svona. Nei, það eru allir leiðinlegir á Akureyri, nema kærasta mín. Nú, og er það leiðinlegur hérna í Reykjavík? Já, það eru allir skemmtilegir í Reykjavík. Þetta var viðhorfið sem ég fekk í Skagafirði og ég bara hafði aldrei heyrt þetta áður. Þetta var alltaf viðhorfið sem ég ólst upp við og ég skildi þetta ekki og þetta markaði mig dálítið þegar ég fór að velja með framhaldsskóla þá hugsaði ég, nei, ég get ekki fara að Akureyri þar. Ég vona viðhorfið sem allt annað í dag. Viðhorfið hefur breyst alveg helling og ég verða eiginlega að bæta þig við eftir að strætóinn fór að ganga og svona almenni samgöngur á milli. Og fólk fór þetta var orðin betri valkostur að koma hingað á Akureyri, úr Húnavatnssýslunum og Skagafirði í skóla, þá eru svona fleiri nemendur farnir að gera þetta og þá komstu bara að því að það ekkert allir Akureyringar leiðilegir. Mér er kannski grípandi sem Eva var að tala við erum eiginlega í þeirri stöðu að við erum náttúrulega, öll svæði eru samkeppni og við erum ekki bara samkeppni við höfuðborgarsvæðið, við erum bara samkeppni við öll svæði í heiminum.
Bara hvaða fólk vill búa hér og á hvaða forsendum og slíkt. Og ef Akureyri myndi samanast einhverjum byggðum henni kring, þá náttúrulega komið rosalega mikla svona fjölbreytni í búsetuformi. Getur búið í svona lítilli borg nánast sem Akureyri. Þú getur búið bara alveg í sveitabæ, bækst hérna fram í Eyjafirði sko og hérna þú getur líka búið í svona steinsnar frá bænum sko, í svona kjörnum sko, það sem svona samt næsta hús og slíkt. Þannig að fjölbreytnin í svona búsetuformi náttúrulega mjög mikil hérna. Og þú tala ekki að búa bara í Fnjóskadal, ég hugsa að það verður algjör draumur sko, þegar göngin eru komin. Já, og þetta alltaf verða raunhæfari möguleiki bara með bættu vegasamgöngum og með sko bættri tækni í fjarskiptum, með fjarvinnu. Þá komum við kannski að þessum punkti sem áhugaverður, að ef að búseta í Fnjóskadal verður í hugum manna sem ákjósanlegur hlutur og eitthvað sem að menn sækjast eftir. Hvernig ætla sveitafélagið að taka á þeirri þjónustu sem það þarf að sinna ef þar verður til? Þú veist, þannig að spurningin er sveitafélagið í stakk búið til þess? Er það nú stórt til þess að taka við þeirri þjónustu? Sko? Mun það vilja þetta? Síðan það? Mun það mega skipuleggja svona eitthvað þéttbýliskjarna hérna inn í Fnjóskadal hinn megin göngin? Þannig ég held að og meira segja landslög held ég séu þannig að það megi ekki búa til sko nýja þéttbýlisstaði sem ég nú reyndar mjög ósáttur við en sko segjum að við vildum bara 1000 manns búa hérna hinn megin. Það er svolítið erfitt sko. Betra veður, eitt fallegasti dalur á Íslandi. Við þurfum þá að sameina sveitafélög og ég get alveg séð að það verði 1 til 2 sveitafélög í Eyjafirði en eins og ein góð kona sagði að eftir 30 ár það verða bara 2 sveitafélög á Íslandi, það er Evrópusambandið og Grýtubakkarhreppur. Já, ég veit nú ekki alveg með það, en ég held að við þurfum náttúrulega að horfa á því skrefin og ég hef nú ekki talað fyrir því.